daginn. Má ég bjóða fólki að fá sér sæti? Við ætlum að fara að hefja fundinn. Komið sæl, þá ætlum við að hefja leika. Velkomin á þennan málfund börn á flótta og stuðning við þau í íslensku skólakerfi. Ég heiti Birna Þórarinsdóttir og framkvæmdastjóri UNICEF, Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og hef fengið það hlutverk að stýra fundi hérna í dag. Ég vil þakka öllum þeim sem að komu og eru hérna með okkur í Norræna húsinu og eins ykkur sem að eru að fylgjast með á streyminu. Ég veit að þetta málaflokkur sem að snertir okkur sterkt, okkur sem vinnum að réttindum barna í íslensku samfélagi í dag. Og þessi hópur barna, þessi einstaki hópur barna sem hingað koma af flótta, hann hefur stækkað á síðustu árum og við þekkjum að þetta einstakur hópur og við ætlum að vera svolítið að horfa á börn sem að hafa þennan flóttabakgrunn sem koma hingað inn í dag. Það margt sem að gera þau ólík öðrum hópum barna af erlendum uppruna á Íslandi. Áfallasaga sem að þau koma með sér og fleira og það verður fókusinn okkar hérna í dag. UNICEF tók saman tölur með Útlendingastofnun og þær sýndu okkur að frá árinu 2016 til 2023 hafa 2523 börn fengið vernd hérna á Íslandi. Þetta mikill fjöldi barna og þetta eru börn sem hafa fengið vernd og þetta þá heildartala alveg sama hvernig þau koma, hvort að þau koma í gegnum umsókn um alþjóðlega vernd eða kvótaflóttamenn eða fjölskyldusameiningar eða fleira og þá þarna ótalinn sá fjöldi barna sem ennþá að sækja vernd og enga síður inn í skólakerfinu. Þannig að við sjáum að þetta fjöldi barna sem telur nú þegar þúsundir á Íslandi og tímabært að bregðast við og veita þeim þann stuðning sem þau eiga skilið og eiga rétt á. Til þess erum við komin hingað í dag og við erum stolt að kynna fræðsluverkefni sem unnið í samstarfi þá UNICEF og Rauða krossins og Barna- og fjölskyldustofu og Kennarasambandsins. Þetta ókeypis og aðgengileg fræðsla fyrir alla sem hafa áhuga á því að kynna sér börn á flótta og hún Sóley Ómarsdóttir ætlar að koma og segja okkur svolítið frá aðdraganda þessa verkefnis og eftir. Svo fáum við Fidu Abu Libde sem ætlar að segja af sinni reynslu af íslensku skólakerfi. Hún í dag frumkvöðull og framkvæmdastjóri Geosilica og þá fáum við erindi sömuleiðis örugga byrjun í nýju samfélagi fyrir börn á flótta og það eru þær Dagbjört Ásbjörnsdóttir og Saga Stephensen sem eru verkefnastjórar fjölmenningar á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Og eftir þessi erindi ætlum við að hafa fjölskipaðan panel hérna þar sem við ætlum að halda umræðunni áfram og kynni ég panelinu á eftir. En ég ætla að gefa Sóleyju orðið og hún ætlar að kynna þessa nýju fræðslu sem núna komin í loftið og öllum aðgengileg. Gjörðu svo vel, Sóley. Já, takk fyrir. Ég þurfti að leggja smá rannsóknarleiðangur til að finna hvenær þetta byrjaði því þetta orðið svolítið langt ferli en það var í október 22 sem við hófum þetta samtal en þá var UNICEF og Rauði krossinn bæði samtökin að fá mikið af fyrirspurnum frá skólasamfélaginu fræðslu börn á flótta og þetta var eiginlega það margar fyrirspurnir að það var ekki lengur hægt að mæta í einstaka heimsóknir með fræðslu og við sáum það miðað við þessa eftirspurn að við þyrftum eitthvað stærra átak. Og í samstarfi við BOFS eða Barna- og fjölskyldustofu og Kennarasambandi þá þróum við netnámskeið sem við héldum tvisvar í janúar 23 og ríflega 600 manns sóttu á netinu. Og í ljósi þess að þessi fræðsla gekk svona vel sem við vorum með á netinu að það ákveðið að sækjum styrk til mennta- og barnamálaráðuneytisins til þess að taka fræðsluna upp. Og nú í dag sjáum við afraksturinn af þessu langa ferli og fræðslan núna aðgengileg á skóla eða BOFS-skólanum og verður síðar aðgengileg líka hjá UNICEF-skólanum og námskeiðsvef okkar hjá Rauða krossinum. Þetta
þið farið inn á bofs.teachable.com og þar sjáið þið nokkur námskeið sem Bofs-skólinn með og þetta svona innan úr okkar námskeið og hér sjáum við yfirlit yfir hvað fjallað og fyrst fer UNICEF yfir svona hugtök og skilgreiningar og svona laga- og regluumhverfi barna á flótta, samræmda móttöku og réttindi barna á flótta. Síðan fjöllum við áföll, barna á flótta og algeng viðbrögð við áföllum og sálfélagslegan stuðning. Og síðan fjallað farsældarlögin nýju og hvernig hún í praxís. Og þetta ekki rosalega langt námskeið en það eru líka ýmis ítarefni sem að fylgja og en vonandi þetta gagnlegt og það hægt að nýta, það þarf ekki að taka þetta allt í heild sinni, það hægt að nýta mismunandi parta inn í fræðslu eða kennslu eins og bara nýtist best. Já, og ég vil líka bara þakka öllum sem tóku þátt í þessu verkefni. Þetta næstu 2 ára ferli og margir sem komu að þessu og við viljum sérstaklega þakka líka mennta- og barnamálaráðuneytinu sem veitti okkur þennan styrk og skilum kveðju frá ráðherra sem vildi vera með okkur en því miður komst ekki. En bara takk fyrir. Já, ég get allavega votta fyrir það að þetta alveg ótrúlega aðgengilegur fræðsluvefur og ég langt komin með að taka námskeið. Ég ná ekki alveg að klára það fyrir daginn í dag en ég mjög langt komin og ætla að klára það og þetta bæði svo aðgengilegt og svo þetta bara 2 til 6 mínútur hvert þannig að það auðvelt að lauma þessu inn á milli og fræðslan hún djúp og hún góð og hún mjög viðráðanleg þannig að þetta eitthvað sem við getum öll farið í gegnum og erum langt fróðari og eftir og við sjáum það að þegar þessi 2 námskeið voru skipulögð að þá voru 600 þátttakendur á netinu á 2 námskeiðum þannig að við vitum að eftirspurnin til staðar og einlæg ósk okkar allra sem stöndum að þessu að þetta sé virkilega fræðslulausn sem að svarar ákalli og sé aðgengileg og verði vel nýtt. Næst ætlum við að fá reynslusögu úr íslensku skólakerfi af konu sem hefur reynt það á eigin skinni að koma inn til Íslands, ekki talandi tungumálið og fara í gegnum skólastiginn og rekur sitt eigið fyrirtæki í dag. Fíta, gjörðu svo vel, orðið þitt. Takk fyrir, komið sæl. Takk fyrir að bjóða mér hingað í dag. Ég með ekki af því ég man ekki reynsluna mína, ég bara ætla ekki að gleyma neinu mikilvægu. En ég held að þessi var ágætishópur sem hittast fyrir svona örugglega 20 árum síðan og ákvaða hvernig ætti ég að fara í gegnum skólakerfi hérna á Íslandi. Svipaður hópur því ég í dag. Þannig ég ekkert að tala fyrir hönd flotta barna flotta eða af því við erum ekki með að sá reynslan þeirra, en ég get sagt ykkur hvernig ég upplifaði skólakerfi. Ég kom til Íslands þegar ég var 16 ára, kom frá Palestínu. Í fyrra sem sagt, ég 17, sjáu það. Og það mjög viðkvæmur aldur, bæði ég vissi ekki hver ég var og hvert ég að fara með lífinu, koma læra nýtt tungumál, nýja landi, skilja allt eftir í Palestínu. Ástæðurnar voru mjög erfiðar í Palestínu og við komum hingað aðalega að leita betri líf, betri framtíð og menntunin var númer 1, 2 og 10. Þannig við erum komið frá, börn alin upp í stríðslöndum og sérstaklega stúlkur, þið eru ekkert að fara að bera vopn, þið eru ekkert að fara að taka þátt í stríðinu, þið verða að mennta ykkur og kenna börnin ykkur að lesa og læra, bara menntunin var svo mikilvæg að ég held að eina tilgangur í lífinu að vera menntuð. Þá heyrist röddin mín herra, þá get ég tala fyrir hönd Palestínu, fyrir hönd konur í Palestínu, kennt börnunum mína eitthvað nýtt. Þannig ég kem til Íslands 16 ára, ég ætla ekki að segja hvað ár, þannig ég reikna ekki hvað ég gömul. En það var akkurat kennaraverkfall þegar ég kem, 95, það var, ég heldur þessi 3-4 mánaða kennaraverkfall. Þannig við komum til Íslands og vorum bara í 3 mánuði heima á meðan það var engin skóli. Og það var mjög erfiður tíma, við vorum algjörlega einangraðir, við erum 5 systkini, 16, 17 ára, 9, 10 og 4 ára þegar við komum til Íslands.
Þannig við vorum á mismunandi aldri og gátum ekki mætt í skóla strax, sem eins og ég segi, það var rosalega erfitt og á þessum tíma, en við 3 mánuðir seinna þá mættum við í skóla, máttum fara, búið að skrá okkur í skóla. Á þeim tíma var svona flóttamannamóttaka eða börn af erlenda uppruna eru settir í Austurbæjarskóla. Við bjuggum þá í Breiðholti og þurftum að fara niður í bæ, niður í Austurbæjarskóla til þess að ganga í skóla þar. Sem var, og við vorum í kjallarann nokkrir svona útlendingar saman, þú veist, bara mismunandi frá Palestínu, frá Íran, frá Vítnam, frá Fílipseyjum, frá Rússlandi, frá Íran, og settir saman í kjallarannum. Kennarinn okkar var bara kennari sem kom eftirlaun og ætlaði bara að gera þetta sem svona stuðningur við skólan og var að kenna okkur íslensku. Við byrjum á því, þú veist, við erum mismunandi bakgrunn, mismunandi móðurmál, þú veist, hvort þessi móðurmál væri enska eða arabíska eins og í mínu tilfelli, þá var bara sama kennsluefni fyrir okkur öll. Við vissum ekki að þetta var eitthvað svona, myndi vera að hafa svona langtíma áhrif á kunnáttan okkar eða hæfnin okkar að læra íslensku, að ekki vera með námsefni sem átti við okkur. En það sem var erfiðast að vera í kjallarann, ekki vera uppi með krakkanum, fannst mér á þessum aldri. Félagslega svona tengsl, við máttum fara upp í smíði og starffræði og svona, en það var engin stuðningur með okkur. Þannig við förum upp og vissum ekki neitt og þú veist, sátum bara saman, útlendingarna saman og Íslendingar voru hinum megin. Þannig mér fannst á sínum tíma, þú veist, erfiðast að ekki ná að tengast. Og svo þegar skólinn var búið þá fórum við aftur í Breiðholti og nemendurnir í bekknum voru Vesturbæ, Austurbæ. Þannig við náðum ekki að mynda tengsl við krökkunum eftir skóla. Og við vorum ekki í sömu skóla og krakkarnir í hverfi okkar, þannig við kynntumst þeim aldrei. Og það var svolítið svona mjög erfitt að ekki mynda þessi tengsl. Ég vissi að seinna út af því ég byrjaði að mynda tengsl við Ísland og Íslands samfélagi og menning þegar ég fór að vinna og þú veist, og þá gat ég eignast vini, við vorum allir að vinna á sama vinnustað, við fórum allir heim og mættum allir sama tíma, þannig ég náði að tengjast og læra íslensku betur þegar ég átti vini. En já, það var í grunnskóla og svo fljótlega eftir það þá lauk gangan í 10. bekk og við áttum að fara í samræmt próf. Ég held verkfallið var fram með mars, apríl og svo var samræmt próf í 10. bekk og ég man eftir því ég veit ekki hvort ég þekki hana, en verkefnastjórinn okkar hét Ingibjörg Hafstad og hún mætti með okkur í öllum prófum. Við fengum að taka íslensku fyrir útlendinga, starffræði og ensku og hún mætti í öllum prófum og hún var bara mjög ákveðin í því að við skulum öll ná að fá aðgengi að menntaskóla. Skiptir engu máli, hún var ekkert að leggja áherslu, hún var aðstoða okkur í að klára prófi og fá samræmt próf. Og við náðum öll, ég held við vorum 9 nemendur sem voru af erlendum uppruna og náðum öll og færðumst yfir í menntaskóla. Þannig ég alveg, ævilangt þakklátt fyrir hennar framlag og stuðningur við að klára 10. bekk og komast áfram í menntaskóla. Hafði hún ekki gert það, þá hafði ég verið föst í 10. ekki verið með 10. bekk samræmt próf og ekki komast inn í menntaskóla. Þannig þetta var alveg mjög mikill stuðningur frá henni. Svo komst ég í menntaskóla eftir það. Ég veit ekki hvað hefur ég marga daga til að tala um þetta. En þetta var mjög erfið reynsla í menntaskóla út af því það var meira svona aðeins verndaði hverfi í grunnskóla, svo ferði í menntaskóla og þá bara við fengum að læra íslensku fyrir innflytjendur eða íslensku fyrir útlendinga, en svo allt annað, ensku, starffræði, allt annað áfanga þurftum við að læra á íslensku með Íslendingar án stuðning, whatever. Við fengum ekki stuðningskennara eða verkefnastjóri eða neitt þannig. Ég man eftir, ég átti rosalega erfitt með að skilja hvernig kerfi virkaði, í hvaða stofa og ég mæta, þú veist að það er ekki kennarinn sem lappar inn og út, þú veist, þetta var, við vorum við Iðnskólann Reykjavíkur og það var svona fjölbreytt skóla, þannig ég átti erfitt með að skilja kerfið og misti oft á tímanum því ég vissi ekkert hvert ég á að mæta, skildi ekki hvernig þetta virkaði. Ég veit það núna, en ég vissi ekki að 100 var fyrsta hæð, 200 var annan, það var ekkert útskýrt neitt. Þannig
Já, þannig og við förum hérna í menntaskóla og kláraði eitthvað, fyrsta önnin var mjög erfitt og eins og ég segja aftur, erfiðast var að ég átti enga víni, mér fannst ég verið öðruvísi, mér fannst enginn skilja mig, fór svona sakna Palestínu, var komið mikið heimþrá, er ekkert, já, mér fannst ég væri ekki að tilheyra, mér fannst ég var ekki velkomin, mér fannst ég var ekkert tekið utan við mig. Á þessum tíma var ég rosalega mikið, því ég sá að þegar innflytjendur nýkomin til Íslands, það var ofta að bera saman, en í Palestínu þá gerum við það svona, en á Íslandi það svona og það alltaf miklu betra í Palestínu, var í mínu huga. Af því ég bara vildi ekki vera hér, mér fannst ekki að ég vera tilheyra, var að spá miklu meira í hvað fötum ég í, hvað hinir í, miklu meira en að læra, þannig sé. Þetta svona félagsatriði, skiptir svo mikið máli að þessum aldri. Ég vildi vera bara eins og hinir, ég vildi ekki vera öðruvísi. Já, og við fórum öll þessi 9 nemendur sem vorum í Austurbæjarskóla, fórum í Iðnskólann Reykjavíkur og við fórum í verklega greinum, ég fór í bifvélavirki og svo einhver fór í rafvirkin og velverki, svona að reyna að gera sem mest með handunum og ekki vera mikið í bóklegum greinum. En þegar við klárum allt sem var verklegt, þá komumst við ekki áfram. Á þessum tíma þá var gerðar kröfur að klára íslensku bara venjulega íslensku 100-200 eins og Íslandinga til þess að geta fengið stúdentspróf, að taka dönsku líka, að taka þriðja mál og var ekkert sýnt tillit til þess að við vorum með annað móðurmál, tungumál. Ég man eftir því að þegar ég satt fyrst í dönsku tíma þá vissi ég ekki hvort kennarinn var að tala íslensku eða dönsku. Ég þekkti ekki munurinn á því og ég bara þekki ennþá. En það var svona mjög erfitt og eins og ég segi upprunan og allt sem við þurftum að fara í gegnum og lífið okkar í Palestínu, koma hingað, Ísland fyrir okkur var landið sem ætlaði að hjálpa okkur að klára menntunina okkar og það var ekkert að gerast og við sáum ekki fram að það að fara að gerast. Þannig við hættum öll eiginlega í menntaskóla þá og fórum að vinnumarkaði og líka það spilaði inn í það að við vorum orðin 18 ára og þá þurftum við að sýna fram á það að við getum framflutt okkur til þess að geta haldið áfram í dvalarleyfið. Þú missir það ef þú ert ekki í vinnu. Það var ekki tekið tillit til dæmis til aðstæðurnar sem við erum að koma frá. Ég man þegar ég var í 4. bekk, þá byrjaði intifada í Palestínu, fyrsta intifada-hreyfingin og þá lokast náttúrulega skólan og ég lærði aldrei á klukku í 4. bekk. Og ég er nýbúin að læra, nei, ekki nýbúin að læra, en ég lærði á klukku á fullorðinsta árum. Þannig það var ekki bara, það var ekki tekið tillit til þess, það er margt sem ég misti úr og allt grunnatriði var ég ekki með á meðan nemandi sem var frá Breitlandi var með, en við vorum með sama kennsluefni og ekki tekið tillit til okkar. Þar erum við skammast mér svo mikið að segja að ég vissi ekki hvað klukkan var, hafði ekki tilfinningin fyrir því. Þannig það var rosalega erfitt. Ég fer á vinnumarkaðinn og bara eins og allir Íslandingar byrja að fá pening og vildi ekki fara í skóla aftur. En það gekk í svona 2-3 ár en innst inni vildi ég klára menntunina mína og það var bara tilgangurinn minn með að vera á Íslandi. Maður horfir á það ástandi í heimalandinu sínu og segir fólk að þjást, fólk að deyja daglega, fólk að gefa sitt líf fyrir landið. Ef ég get lagt eitthvað fram, þá það menntunina mína. Ef ég get lagt eitthvað fram, þá að geta tala fyrir hönd Palestínu hérna á Íslandi, að tala menningin, að tala landið. Þannig að þetta var miklu meira en bara að fá skírteini, heldur að geta lagt til eitthvað til heimalandið líka. Þannig ég fór aftur í skóla, þá kvöldskóla í FBM í vinnu og það bara sama vissi, náði að klára, ég man ekki hvað marga einingar, en allavega að klára öll starffræði, efnafræði, jarðfræði, bara allar greinar sem ekki íslensku og ekki ensku, ég gat heldur ekki klára ensku, þannig ég náði aldrei að útskrifast úr menntaskóla og fara í háskóla. Sótti undanþágu í háskóla, ég segi ég búin með allt í menntaskóla nema íslensku og ensku get ég fengið að sækja undanþágu í háskóla. Ég held ég hef sótt
3 ár í röð, fekk alltaf höfnun, nei, þú þarft að vera með stúdentspróf, þú uppfyllir ekki kröfurnar, þú verður að klára íslenskan. Ég reyndi að tala við skólastjórn og spurja hvort ég get fengið móðurmáli mitt, arabiska metin sem móðurmál og þá taka íslenskan og sleppa bara enskuna. Og þeim fannst það mjög góð hugmynd og ég ætti bara, þú veist, að tala við menntamálaráðuneyti, þau gætu kannski aðstoða með það og ég fór til þeirra, bókaði fund og skrifaði mjög einlæga bréf og fekk fund með þeim, fá móður mitt metið sem móðurmál, sem fyrsta mál og svo íslenska sem annar mál. Þeim fannst það rosalega góð hugmynd en það skólastjórnin sem ræður þessu, þannig ég var milli kerfa fram og tilbaka og kláraði aldrei stúdentspróf. Ég held að ég var í þessu 5 ár. 5 eða 7 ár frá því ég byrjaði aftur í kvöldskóla, 7 ár. Og það var ekki fyrir árið 2007, þá var stofnað Keili háskólabrú, ef við kannast við það. Og þá var þessi nám sem til 1 árs sem gefur aðgengi til að komast inn í háskóla og það er draumurinn sem ég vildi klára. Og ég sótti hjá Keili og var bara með sting í hjarta, svo hrædd að fá eitthvað ekkert undanþágu. Þú ert með annað móðurmál, þú passar ekki inn í kerfi, þú veist, eitthvað svoleiðis. En það var svona í fyrsta skipti á Íslandi sem þau voru að horfa á það sem ég hafði en það sem ég hafði ekki. Þeim fannst það svo bara geggjað viðbót að vera með móðurmál, arabiska sem móðurmál, vera rétt hjá flugvellinum og vera með svona alþjóðlega samfélag að þessi arabiska móðurmálið mitt og ég var svo velkomin að fara inn í Keili. Þannig ég fekk að fara inn og fljótlega eftir ég byrjaði í námi þá mér gekk vel í stærðfræði og ég fór á viðskipta- og hagfræðideildina, gekk vel í öllum tölulegum greinum en ekkert í bóklegum, ekkert í íslensku og ensku. Þá fór ég í svona greiningu fyrir lesblindu og þá var ég 24 held ég og þá fekk ég greiningu með að ég væri með lesblindu. Og ég veit ekki hvort þessi út af tungumálaerfiðleika eða út af lesblindana, ég náði aldrei enskan og íslenskan, ég myndi aldrei vita það. En allavega ég fekk aðgengi að blindra bókasafni og það var bara game changer. Þá gæti ég loksins lesi á eigin hraða, hlusta á eigin hraða. Ég fekk lengri tíma í prófum, ég fekk svona talstöð svona í tölvuna svo ég geti hlusta á texta og þá kláraði ég Keili bara á 1 ári og með hæsta einkunn. Og þá var ég komin með miðill að fara í háskólann og svo þannig ég fór í orku- og umhverfistæknifræði, kláraði það á 3,5 árum. Svo fór ég í meistara MBA, rekstrarstjórnun í HR 2 árum eftir það. Og já, þetta er svona sagan mín. Það tók mig lengra tíma en áætlað en það mótaði hver ég er í dag. Ég held ef ég hafði fallið að vera með, þú veist, sem ég hafði verið í menntaskóla í Palestínu og hafði fallið í einhverja áfanga, þá hafði ég örugglega hætt. En að ég fór í gegnum þetta að því kerfi var ekki byggt til þess að taka á móti innflytjendur eða sinna tillit til þess að ég er að koma frá stríðslöndum eða ég hef ekki, það var einhver rof á skólagangan mín og það þurfti að bæta það við, gaf mér einhver svona orku til þess að ég ætla að klára, ég ætla að sýna þeim að ég get gert það, ég þurfti bara að fá smá aðstoð. Og ég veit það ennþá til daginn í dag, það er ekki lengra próftíma fyrir fólk af erlendri uppruna. Það er ekki aðgengi á blindra bókasafni. Þau fá ekki þessi smá auka stuðningur til þess að ná að klára námið sitt. Þannig það náttúrulega móta hver ég er í dag og stend fyrir framan ykkur og get sagt söguna mína og get hjálpa öðrum innflytjendur eða börn á flótta að við getum bætt kerfið fyrir þá. En já, leiðilegt að ég þurfti að fara gegnum þetta. En ég var á eftir í pallumræðu ef þið hafa einhverja spurninga. En þetta er sagan mín. Takk fyrir að hlusta. Fída, takk kærlega fyrir að deila þinni sögu og þó það sé bara 1 ár síðan þú komst, eins og við vitum núna,
að þá hefur margt breyst og svo ábyggilega fullt sem hefur ekki breyst. Og ég held að það séu eflaust ótrúlega margir rauðir þræðir í þinni frásögn sem að fléttast inn í daglega verkefni og áskoranir fólk sem að situr hér og er að hlusta á í dag. Þannig að þakka þér fyrir að bæði gefa okkur söguna og gefa okkur hana til að setja okkar verkefni í samhengi. Þannig að það er bara frábært og verður frábært að hafa þig hérna í pallborðinu á eftir. Við ætlum að fara að snúa núna sjónum að því hvað hefur breyst og hvernig við erum að vinna í því að bæta kerfin okkar og bæta móttökuna, og við ætlum að fá frásögn frá Reykjavíkurborg sem hefur verið að vinna að verkefni sem að þau kalla Örugg byrjun í nýju samfélagi fyrir börn á flótta, og ég ætla að bjóða hérna velkomnar þær Dagbjörtu Ásbjörnsdóttur og Sögu Stephensen frá Reykjavíkurborg. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Dagbjört Og ég heiti Saga Stephensen. og okkur langar að segja ykkur frá verkefni sem við fórum að stað með fyrir 2 árum sem heitir Skóla- og fjölskyldumiðstöð. En eins og allir vita þá hefur aldrei verið jafn mikið af fólki á flótta í heiminum og það er stór hluti barna. Og við á Íslandi höfum verið að taka á móti fólki á flótta í allmörg ár. En það urðu svona breytingar 2022 þegar að rússnesk yfirvöld réðust inn í Úkraínu og það olli miklu straumflóði fólks á flótta. Og hluti af þessu fólk kom til Íslands. Og það var í mars 2002 sem að við vorum að ræða hvernig við ætlum að taka á móti þessum börnum og fjölskyldum sem eru að koma frá flótta frá Úkraínu. Og til varð verkefni sem að við Saga stóðum að og fengum frábært fólk með okkur í. Við headhuntuðum fólki sem var að vinna í skóla- og fjölskyldustarfi hjá Reykjavíkurborg sem hefðu úkraínsku að móðurmáli og þekktu til Íslands, og við fengum hérna 6 starfsmenn sem voru alveg framúrskarandi til að rissa upp verkefni á 2-3 vikum og taka á móti alltaf 80 manns. Og við viljum segja ykkur aðeins frá þessu verkefni. Við byrjuðum í mars 2022, tókum á móti alltaf 70 manns í skóla- og fjölskyldumiðstöð sem við vorum staðsetta úti við Frostaskjól sem heitir Tjörnin í dag. Og þar mættu foreldrar og börn á hverjum degi og lærðu íslensk samfélag, lærðu íslensku og fengu frábæra kennslu frá úkraínsku mælandi starfsfólki. Þetta gaf mjög góða raun og bæði í viðtölum og úttekt meðal barna og foreldra þá fundum við fyrir því að þetta hefði verið rétt ákvörðunin. Það var mjög erfitt að koma börnum á leikskólaaldri inn í leikskóla á þessum tíma og það var lítið eftir á grunnskólanum. Sem og líka þetta að börn og foreldrar fengi að vera saman studdi alveg við þessa fræði sem segja að þessi ljúf og örugga byrjun skipti sköpum. Núna á síðastliðið vor, núna í febrúar 2024, þá fengum við fregnir af því að við ættum von á stórum hópi fólks frá Gaza sem voru að koma hérna á forsendum fjölskyldusameiningar. Þetta var í kringum 50 manns sem voru að koma til landsins og þar sem að þessi reynslu okkar af skóla- og fjölskyldumiðstöð hafði reynst vel, þá ákváðum við að leggja til að búa til sams konar verkefni. Og við fengum alltaf 70 manns á hverjum degi til okkar, meðal hópurinn var svona milli 40 og 50 manns sem mættu á hverjum degi og það var nákvæmlega sama prógram. Þau lærðu íslensku, þau lærðu íslenskt skólakerfi og þau fengu svo ljúfa byrjun inn í samfélagið. Og samskonar eins og við gerðum þegar við stofnum úkraínsku skóla- og fjölskyldumiðstöðina, þá réðum við fólk sem var arabísku mælandi. Það var engin starfsmaður sem var frá Palestínu, því miður við reyndum að fá fólk frá Palestínu, það bara gekk ekki upp. En við vorum með starfsmenn frá Írak, Kurdistan, Marokkó, Egyptalandi ásamt okkur Sögu og öðru starfsmanni sem var íslensku kennari. Og þessi 2 verkefni hafa verið alveg rosalega lærdómsrík fyrir okkur. Við höfum lært ótrúlega margt og margt sem okkur langar að gera betur. Okkur langar svolítið svona að segja ykkur frá því hvernig þetta allt saman gekk. En meginmarkmið verkefnisins var í raun og veru að koma á öryggi og rútínu fyrir fólk. Allar rannsóknir styðja við það að þegar fólk er á flótta, sem er allt annar veruleiki heldur þegar maður flytur til landsins sem innflytjandi. Það að þurfa að flýja, það að hafa engin undirbúningstíma til að ákveða hvert maður er að fara, hvernig maður þarf að undirbúa það fyrir börnin sín og sín sjálfar,
allt annar veruleiki. Þannig að allar rannsóknir styðja við það að fyrir fólk sem kemur á flótta þá skiptir rútínan, öryggið og þetta stabilitet öllu máli. Við vorum að tóka á móti tveim mjög ólíkum hópum. Auðvitað tókum við margt úr farteskinu sem við lærðum af úkraínska hópnum, en þegar við tókum við fólki sem var að koma frá Gaza, þá vissum við að við vorum að taka á móti allt öðrum hópi. Við vorum að taka á móti fólki sem var að koma beint úr stríðsástandi, sem var búin að búa við stríðsástand í það minnsta 6 mánuði. Fyrir það löng saga Palestínumanna á Gaza. Fólki sem kom frá Úkraínu var sumt að koma frá Úkraínu en sumir voru að koma annars staðar frá. En það sem báðir hóparnir áttu sameiginlegt var að þau áttu ástvini og ættingja sem voru ennþá í þessum löndum. Þannig við vissum að þetta myndi hafa áhrif á líðan þeirra. Okkar áhersla var fyrst og fremst að búa til öryggi og hlýju. Við lögðum mikið upp á því að fólki liði vel. Það var sem þetta bara svona fyrsta atriðið að fólk fundi fyrir því að okkur var ekki sama. Þau fundi fyrir því að þau voru velkomin og við fundum fyrir því að við ætlum að horfa á styrkleika þeirra, hvað þau höfðu til samfélagsins að bæta. Við lögðum áherslu á að kenna fólki, bæði börnum og foreldrum. Foreldrar tóku líka mikið þátt í að læra íslensku. Og við lögðum áherslu að kenna þeim bæði gegnum að sjálfsögðu vissulega fornlegt nám, en líka gegnum leik. Eitt það sem flestir eiga sameiginlegt til að koma til landsins á þessum forsendum að úthaldið lítið. Við vorum mjög dugleg og lögðum mikla áherslu á það að hafa stutta kennslustundir. Það var ekki 40 mínútur pása, 40 mínútur. Þetta var mikið uppbrot, lítið lagt inn og við þurfum endalaust að vera að minna aftur og aftur og aftur. Af því allir þeir sem hafa kynnt sér áfallasögu vitum að það kemur ákveðin blokkaring af fólki sem í áfallum. Það næst ekki skila sér inn, þannig við þurfum að hafa rosa þolinmæði og vera að endurtaka hlutina í sífellu. Við lögðum líka áherslu á það að kynna þeim fyrir skóla- og frístundastarfi og þó svo að við varum með þetta svona afmarkað á einu stað þar sem hópurinn var saman, þá fórum við í heimsóknir í leikskóla, við fórum í heimsóknir í grunnskóla, við fengum og fórum í heimsóknir í frístundastarf, við fengum líka aðila, skólastjóra og aðra aðila í heimsókn til okkar, þar sem að foreldrum gafst tækifæri til að spyrja og aðeins að átta sig á því hvernig kerfið virkaði. Við vorum einnig með fræðslu samfélagið og þetta skipti gríðarlega miklu máli. Fólk hafði margar spurningar og við það að vera í svona stað þar sem var svona öryggi, sama starfsfólki sem mætti á hverjum einasta degi, þá byggðist þetta traust og fólk gat fara að spyrja hluti og við gátum rætt hvað væri kostur og gallar, hvað væri líkt og hvað væri ólíkt og þetta bara hjálpaði fólki að skilja samfélagi. Já, og það svona eins og Dagbjört hefur komið inn á og þá viljum við kannski bara árétta það að fólk á flótta, þetta er rosalega fjölbreyttur hópur og það og þarfirnar bara mismunandi eftir því og við fundum mjög vel fyrir því að þegar við tókum á móti þessum, höfum þessa reynslu að taka á móti þessum tveimur hópum frá Úkraínu og Palestínu og svona það sem að ef við skoðum móttöku fólk frá Úkraínu annars vegar og móttöku fólks frá Palestínu hins vegar, að þá svona, Dagbjört kom inn á það áðan að þau sem voru að koma frá Úkraínu, að þau hefðu fæst upplifað svona þessi langvarandi stríðsátök og þau hefðu búið við öryggi áður en þau komu. Að sjálfsögðu gríðarlegt áfall að þurfa að flýja landi sitt. En hópurinn frá Palestínu að þau höfðu upplifað þau voru með þessi flóknu áföll á bakinu og höfðu búið við þetta yfirvofandi, langvarandi óöryggi og stríðsátök og þau í lengri tíma og þau hefðu til dæmis áhyggjur af skort á mat og drykk og vatni. Og þetta fundum við líka bara vel fyrir sem var mjög ólíkt því sem við upplifðum með Úkraínu. Og svo var eins og skólagangan að fólki sem kom frá Úkraínu, börnin, voru með samfellda skólagöngu og vildu bara halda áfram í sínu námi á meðan mörg barnanna frá Palestínu voru með rofna skólagöngu og í rauninni öll einhverja rofna skólagöngu. Þó að við fundum líka að fólk hafi verið að gera það sem það gat til þess að halda námi barnanna. En þau voru líka þetta var líka fjölbreyttur hópur barna, þau höfðu
mismikið rof í skólagöngu sinni. Já. Og svo var það hugarfar fólksins, að hugarfar fólks frá Úkraínu var meira, við erum tímabundið á Íslandi, við ætlum að fara aftur til Úkraínu. Á meðan fólkið frá Palestínu hugsaði bara við erum komin til þess að vera og þetta breytir líka mjög miklu að það var svona strax líka fundið við frá hópnum frá Palestínu og þau sögðu bara við viljum vera hluti af samfélaginu. Og við viljum vera, það er eftirminnilegt það sem ein sagði bara alveg í byrjun, við viljum vera við viljum öll vera saman, þetta ekki við og þið. Þannig að og svo viðhorf samfélagsins, við fundum líka mikinn mun þar og að það var mikill velvilji þegar fólk kom frá Úkraínu og svona fólk vildi styðja við, vildi bjóða upp á, kom til okkur og vildi bjóða alls konar ókeypis. En við fundum því miður ekki fyrir því sama þegar hópurinn kom frá Palestínu. Og það eru ákveðnir fordómar og það voru bara, ekki, það er bara svona ekki eins opinn faðmur og þetta var bara svona það sem við fundum. Kannski við það að bæta að það sem við fundum líka, það hafði aldrei komið svo stór hópur í einu eins og þegar Úkraína kom. Þannig að við fundum að samfélagið var tilbúið, það voru félagasamtök að hafa samband, það var líka mjög mörg grasrótarsamtök sem héldu rosalega vel utan úkraínska hópinn, alveg óbúslega vel. Það var allt þessi félagslegu tengsl, það var matur, það var annað sem var tekið utan um. Við fundum með palestínska hópinn, það var ekkert. Þegar við vorum ekki með starfsemi og þau voru að biðja okkur, getum við verið lengur á daginn, getum við hist helgar, vegna þess að það var ekkert sem tók við. Og það var svolítið erfitt að sjá þetta. Já, en svo svona eftirfylgnin að eins og með hópinn frá Úkraínu þá var brúarbekkur með úkraínskumælandi kennurum sem tók við þegar skólafjölskyldumiðstöðin hætti. Og það var svona ákveðið millibilsástanda þegar fólk var líka að bíða eftir húsnæði. Og þannig að börnin vissi ekki, að það var ekki vitað í hvaða skóla börnin væri að fara og annað. En eftirfylgnin með hópnum frá Palestínu að þá erum við svolítið að fylgja börnunum eftir inn í foreldraviðtöl og höfum samband við skólana, erum að bjóða upp á fræðslu og annað. Þannig að og svo erum við líka að skipuleggja reglulega fundi með hópnum áfram og við fundum líka að það var mikill vilji til þess. Þau vildu halda áfram að hittast og þannig að við erum bara að skipuleggja það þessa dagana. Þau eru alveg að bíða, alltaf bara hvenær byrjum. Akkurat. Og það er svona hugmyndin að hittast mánaðarlega, allavega til þess að byrja með og svo bara sjá og fara þá bara yfir stöðuna, bara hvernig gengur, hvernig líður ykkur. Og bara ef það er einhver fræðsla eða annað sem þarf inn að þá, ætlum við svolítið að lesa í það. Já, og þetta er líka hugsað til að styðja skólana betur, að þeir viti hvernig gengur, hvað þarf, þannig að við hugsum okkur svolítið sem brú inn í það. Akkurat, og bara starfsemin var þannig að þetta var bara alla virka daga frá og svona fyrripart dags og í báðum tilvikum frá miðjum apríl til lok júní og þetta var einmitt báðir hóparnir komu á svona tíma sem var erfiður bæði að komast inn í leikskóla og að koma inn í grunnskóla svona þegar langt er liðið á skólaárið og svo var bara lykilatriði að fá starfsfólk sem talaði tungumál fólksins og svo kennara og svo voru við þarna líka. Og í tilviki hópsins frá Palestínu þá við ætluðum svona að stíga út úr, koma verkefninu af stað og svo stíga út úr, en við hreinlega bara gátum ekki stígið út úr seinna verkefninu. Þannig að við vorum bara, vorum þar. En þetta var við vorum með alveg svona myndrænt skipulag, bara og dagurinn skiptist upp í val, kennslu, útiveru og hádegismat og svo var börnunum skipt upp í hópa eftir aldri. Þannig að það var leikskólahópur, svo var yngri grunnskólahópur og svo eldri grunnskólahópur.
og foreldrar fengu líka tækifæri til að læra íslensku og við vorum að hvetja foreldrarna til þess að vera með alltaf börnunum að læra og það var svona mismunandi bara hvernig, og svo fengum við líka inn, þú veist, reyndum að lesa í hópinn hvaða hvaða fræðslu þurfum við inn og fengum til dæmis heimsókn frá barnavernd, samfélagslöggunni, skólastjóri, velferðarsviði. Það voru fastir líka, málstjórar voru með fasta viðveru líka. Og svo fórum við einmitt í heimsókn í leik- og grunnskóla, fjölskylduhús, dýragarð, samfélagshús, sund, heiðmörk og ýmislegt fleira. En svona heilt yfir og svo myndi við það áðan að þetta eru bara athugasemdir frá hópnum frá Palestínu. Það einhvern veginn svo okkur svo ferskt í minni en það voru bara heilt yfir að fengum við rosalega jákvæð viðbrögð frá fólkinu sem sótti skólafjölskyldumiðstöðvarnar í báðum hópunum. Og það var bara, já, við alveg, það var mjög svona, við fundum það bæði frá fólkinu, þú veist, það vildi ekki hætta, vildi halda áfram og þú veist, það var alveg erfitt eins og fyrir sumarfrí að fara, að úrræðið hætti og fólk var bara, hvað eigum við að gera, getur þetta ekki haldið áfram. Þannig að, já, þannig að allavega svona, þetta var bara þó að, þú veist, það hefur verið alls konar áskoranir og alls konar sem að við líka lærðum af og myndum gera öðruvísi, en þá var þetta heilt yfir bara rosalega jákvæð reynsla fyrir bæði okkur og fjölskyldurnar. Já, bara svona í lokin, bara lærdómurinn og kannski í framtíðin. Eins og við sagðum, þetta var rótælega lærdómsríkt og að hafa fengið líka að taka á móti svona ólíkum hópum. Það gaf okkur alveg innsýn í það hvernig maður þarf að hugsa svona ákveðin ramma en hafa rosa mikið svigrúm fyrir því að það hver einstaklingur og hver hópur kemur með ólíka þarfir. Eins og sagði, þegar við vorum með úkraínska hópinn þá gátum við saga bara alveg fjarstýrt, kíkt við og svona. Það var engin séns þegar við vorum með palestínskt hópinn. Við vorum bara, eða það var líka ekki sko, en við vorum alveg fastar. Við þurfum að vinna alveg 24/7 þar. Lykilatriði í þessu verkefni er að hafa fólk sem hefur þennan fjölbreytta menningar- og tungumálabakgrunn og fólk sem tala tungumálið. Við þurfum hins vegar að hafa svolítið svona, vera meðvituð um það hvers konar fólk fáum við. Þegar við vorum að byrja að ráða fólk sem kom frá Úkraínu, þá fengum við rosalega flottar athugasemdir frá starfsstöðvunum og fólk sem stjórnendur voru með fólk sem töluðu tungumál. Til dæmis fengum við ábendingar fólk sem var rússneskumælandi Úkraínumenn og það var strax bara, nei, við getum ekki tekið við því. Þannig að maður þarf að hafa svona í huga hvernig erum að fá inn. Þegar við tókum á móti fólki núna frá Gaza, þá, eins og sagði, þá höfðum við enga frá Palestínu sem við höfðum gátum kippt inn með stuttum fyrirvara. Þannig að við varum að taka á móti fólki með ólíkan bakgrunn og þetta var eitthvað sem við höfðum bara svona, hvernig saga þessara landa, einhverja árekstrar? Og þetta þurfum við að hafa svolítið í huga. Eitt að vita, jú, þú ert muslimi, þú talar arabísku frábært. Þetta segir bara brotabótasögunni. Þannig að við höfum svolítið meðvituð það hvers konar fólki við erum að ráða inn. Annað hvað varðar starfsfólki okkur, eitt af sem við lærðum mest af, sérstaklega núna, var í upphafi þegar við vorum með úkraínska hópinn, þá vorum við með handleiðslu og starfsmennirnir okkar frá Úkraínu áttu ættingja ástvini í Úkraínu, þannig að það var erfitt fyrir þau og við boðum upp á handleiðslu og sálfræðing. Þau nýttu sér það almennt ekki mikið, þau höfðu ekki þörf fyrir það. Við klikkuðum á þessu núna að hafa ekki handleiðslu strax í byrjun vegna þess að þarna eru miklu erfiðari mál að koma upp sem tengdust fólki sem voru að vinna hjá okkur. Sérstaklega það var allt í lagi, sem segir, bara við sem erum með eintengdan íslenskan bakgrunn, þarna 3 konur sem erum þarna, það var ekkert mál. En fyrir þær sem komu frá með arabískan uppruna sem voru múslimar og það var alltaf þessu áreiti og álag sem kom til þeirra. Og við fundum það bara í lokin hvað við þurftum að vera með handleiðslu, markvissa handleiðslu strax á byrjun. Þetta er eitt sem við tökum sem lærdóm af þessu. Við þurfum líka svolítið að horfa í það hvað tekur svo við, af því þetta er öruggt umhverfi. Þetta er öruggt umhverfi að vera í afmarkaðri deild, í afmarkaðri starfsstöð, þar sem þú veist hvað þú gengur öllu. Það er að undirbúa fólk undir það að fara inn í almenna kerfið. Hveitibrauðsdagarnir alltaf fyrst og við vitum og við erum mjög meðvituð það. Við sáum það hvað gerist með úkraínska hópinn þegar börnin fóru að fara inn í almenna skóla.
Flesti bara gekk ágætlega, en það eru mörg dæmi sem eru að koma upp sem eru óboðslega erfið og flókin. Og við vitum að sama mun gerast núna með hópin okkar, að þau sem eru að fara inn í almenna skólakerfi eftir nokkra mánuði, á komandi árum, þá koma áföllin fram, þá koma erfiðleikarnir og við verðum að vera sterkt tilbúin að takast á við það. Við erum að hugsa svolítið í dag hvaða bjargir höfum við til skólana og við Saga höfum núna undanfarin 2 ár verið í samvinnu við bæði sálfræðinga og leggja til tillögur varðandi einhvers konar teymi sem getur komið og aðstoða starfsfólk. Við erum að leggja til svona gátlista sem við erum að vinna nú í samstarfi við 2 sálfræðinga til þess að skima fyrir áföllum og hvernig er hægt að gera. En vettvangurinn þarf miklu fleiri bjargir til þess að geta staðið í þessu dagstælega. Kunna, þekkja þetta, vita hvað maður getur og hafa ykkur tól og tæki til þess að grípa í. Og við vitum að það er langt í land með það. Við sjáum líka, við þurfum að brjóta þessa múra varðandi skólakerfið og velferðarkerfið. Og við höfum verið að stíga smá þessi skref hjá okkur í rosa góð samstarfi velferðarsvið. Ef við hugsum alltaf bara út frá farsæld barnanna, hvað er barninu fyrir bestu, þá verðum við að hugsa að það er ekki eitthvað kerfi sem heitir skóli og svo bara eitthvað annað kerfi sem heitir velferðarsvið. Vegna þess að þessi hópur, það þurfa að taka alla borðinu. Þannig að við erum í góð samstarfi, við vonumst þess að geta haldið því áfram að vinna upp með það. En okkar hugsun núna er að útbúa einhvers konar módel. Einhvers konar módel við höfum, vegna þess að ég segi ekki hvort, heldur bara hvenær fáum við annan stóran hóp. Ástandi í heiminum er bara með þeim hætti, við vitum að það mun koma annar stór hópur á flótta. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við ekki að vera tilbúið til að bregðast við því? Þannig að okkar tillaga svo er að búa til þetta og við vonum að önnur sveitarfélög geta gert því slíkt sama. Vegna þess að við verðum öll að geta tekið á móti þessu. Já, takk. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir Dagbjört og Saga. Ótrúlega áhugavert að heyra af ykkar reynslu og fyrir að fá líka, takk fyrir að gefa okkur svona hreinskipta frásögn af bara líka lærdóminum og áskorununum og við vitum að það er heilmikið framundan. En nú ætlum við að skipta yfir í panel. Ég ætla að bjóða panelistunum að koma upp. Það eru þær sem voru að ræða hérna áðan ásamt Páli Ólafssyni, framkvæmdastjóra farsældarsviðs hjá Barna- og fjölskyldustofu og Jónu Dís Bragadóttur, skólastjóra Tækniskólans og Öldu Áskelsdóttur sem er sérfræðingur hjá henni nýju miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Verið velkomin. Ég ætla aðeins að fá að misnota mér mína stöðu sem fundarstjóri og smella örfáum spurningum til þá sérstaklega þeirra sem voru að bætast inn í umræðuna núna og svo vonandi höfum við tíma til að opna fyrir spurningar á eftir. Ég ætla að byrja kannski bara þar sem að Dagbjört sleppti orðinu áðan sem er þetta samspil skóla og velferðarsviðs og fá beina spurningu til Páls varðandi farsældina. Vegna þess að núna það er bara búið að breyta lögunum og nú er bara verið að breyta kerfunum á fullu til að mæta því og mín spurning er bara einföld. Hvað gerir farsældin fyrir börn á flótta, Páll? Mjög góð spurning og gaman að fá að byrja og takk kærlega fyrir þessi góðu erindi og þetta frábæra verkefni og til hamingju með þetta öll sömul. Lög samþætta þjónustu í þágu farsælda barna urðu til í byrjun árs 2022 og gilda fyrir öll börn á Íslandi. Þannig að þau gilda meðal annars börn sem eru hér á flótta. Og þetta gengur mjög mikið út á það að við sameinumst það að sjá þessi börn og heyra þessi börn og hjálpa þessum börnum þegar að vandi þeirra kemur upp, að vera til staða fyrir þessi börn og þetta einmitt sem var nefnt hérna áðan að kerfin mætti ekki vera á sitt hvoru sílóinu, heldur það er það sem farsældin hjálpar okkur að gera, er að vinna saman þvert á kerfi, þvert á vinnustæði og svo hjó ég líka eftir að það talað að það sé mikilvægt að gera fólk öruggt og að valdefla fólk sem í þessum aðstæðum og farsældin gengur mjög mikið út á það líka að eiga samtal við fólk og hjálpa og í samtali við það, börn og foreldra, að finna lausnir sem gætu hjálpa þeim í þeirra vanda. Þannig að þar með erum við að valdefla þau og gera þau örugg í sínu umhverfi. Þannig að ég held að við eigum bara að hvetja til þess að þeir sem vinna
með börnum sem eru á flótta hugi að því að farsæld barna á við þau börn og að þau þurfa langflest og tilmælin eru þau að öll þau börn sem koma hingað séu með samþætta þjónustu í kringum sín mál. Er ég að gleyma einhverju? Með panel hérna fyrir framhauðin. Já, en ekki. Þá kemur þá inn á eftir, Páll, ef það var eitthvað stórt sem þú glemdir. En mér langar að spyrja hana Öldu aðeins vegna þess að við fengum í frásögn Fítu og heyrðum einnig að mörg börn sem hingað koma, þau hafa rofna skólagöngu og það er sérstök áskorun að takast á við. En þú hefur nokkra reynslu af því. Geturðu sagt okkur aðeins af því og þeim vef sem að þið hafið byggt? Já, ég var deildarstjóri í deild sem heitir Bjarg sem að tekur á móti börnum sem í leit að alþjóðlegri vernd og kynntist þessum börnum að í raun og sem betur fyrir eru nokkur stór hluti þeirra sem fá svo hæli og fara að feta skólagönguna og margt hefur breyst en alveg margt sem að Fíta sagði þekki ég og er enn við líði því miður þó að 1 ár sé liðið frá því hún byrjaði í skólanum. En það sem að gerðist, sem sagt, ég fór sem sagt að vinna verkefni á 3 öðrum sem að Menntamálaráðuneytið sem sagt stóð fyrir og fékk okkur það að skoða sérstaklega hvernig við gætum tekið á móti börnum sem að eru með rofna skólagöngu því að sum börn sem eru að koma eru kannski unglingar sem hafa aldrei verið í skóla og önnur börn hafa kannski bara nokkra vikur rofna skólagöngu en þau hafa flest sameiginlegt að hafa rofna skólagöngu og það þarf náttúrulega eitthvað meginn að taka á móti börnum hvort sem þau hafa verið í skóla eða ekki. Og við fengum þetta verkefni sem, þú veist, hvernig getum við gert þetta? Og það er náttúrulega bara þannig að ef að barnið með mikið rof í sinni skólagöngu þá þarf það náttúrulega að fá sérstaka kennslu til þess að hjálpa því að komast kannski áleiðis á þann stað sem það þarf. Og úr var það við byggum sem sagt til síðu sem er bara svona Google Sites síða ennþá og við skiluðum henni sem sagt inn til bæði sveitafélagana sem við vorum að vinna fyrir og Menntamálaráðuneytisins og inn á MMS sem ég er núna. Og þessi síða er sem sagt svona hugsuð sem svona, síða sem á að geta hjálpað og hjálpa kennurum til þess að takast á við þetta flókna verkefni því vissulega er þetta mjög flókið verkefni. Og hérna sjáu þið sem sagt hvernig þið getur farið inn á síðuna. En þessi síða mun svo hugsanlega renna inn í síðu sem að MMS er að vinna sem að mun heita Ísbjörg.is og þar sem á að fjalla þessi mál. En þarna tókum við fyrir bara alls konar praktísk mál sem að kennarar standa frammi fyrir. Og þeir geti þá fengið svona fræðslu til að mynda er þarna fræðsla sem er kannski sambærileg það sem þið að gera með sem fjallar þá á börn og áföll og hvað kennari getur gert og hvernig það er að vinna með börnum með áföll og hvers maður getur vænst og hvernig maður á að bregðast við. Og það sem bara líka mikilvægt er að muna að þessi börn eru bara eins og öll börn eins og Fíta sagði, þetta eru börn sem eru bara með draumar og þrá og væntingar og vilja bara fá það sama út úr lífinu og öll hin börnin en þau eru með í parteskinu náttúrulega sára reynslu og hafa þurft að búa við mikla óvissu og auðvitað fylgir því kannski svona önnur nálgun heldur en kannski hefðbundið. Takk Alda, kærlega fyrir og síðasta spurningin frá mér í bili þannig að þið megið byrja að kjarna ykkar spurningar núna er til Jónu Dísar, skólastjóra Tækniskólans. Tækniskólinn hefur mikla reynslu af því að taka á móti börnum af erlendum uppruna og þar með talið börnum á flótta og það að fara að horfa til ykkar í öðrum framhaldsskólum sem eru að byrja að taka upp ykkar módel. Mér langar að heyra aðeins af ykkar reynslu og eins að spyrja Jóna Dís hvort að börn þurfi mögulega meiri stuðning þegar þau ná 18 ára aldri til þess að ná að klára stúdentinn. Þannig að ef þú gætir... Já, bara takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér og mér langar að þakka fyrir þessi frábæru erindi sem voru hérna. Mér finnst líka svo gott að heyra í Fítu af því að það hefur ótrúlega margt breyst síðan þú varst í iðnskólanum sem nú er Tækniskólinn. Nema það eru ennþá sko stofa 200 er á hæð 200 og 300. Ég ætla bara bjóða þér í heimsókn. En mér var svo athyglisvert að heyra þó það sé ekki nema 1 ár síðan Fíta var í skólanum að það hefur svo ótrúlega margt breyst
Og við erum núna, sem sagt, þetta er bara fullt nám fyrir nemendur, bara eins og hvern annan framhaldsskólanema og hann er ekki niður í kjallara, heldur á 3. hæðinni með öllum hinum. Og við erum bara með mjög massífa íslensku kennslu sem eru 27 til 30 tímar á viku og 27 til 30 einingar. Þetta er 2 ára nám, 4 anna og það skiptir ekki máli hvort viðkomandi er barn á flótta ellegar ekki eða koma úr 10. bekk. En auðvitað þarf barn sem er á flótta meiri stuðning í flestum tilfellum, ekki alltaf. Það er ekki alltaf og barn til dæmis sem er með rofna skólagöngu þarf auðvitað í flestum tilfellum einhverja aðstoð, ekki samt alltaf. Það eru alveg tilfelli þar sem að nemandi er að pluma sig ótrúlega vel sem hefur ekki verið í skóla frá því hann var 9 ára og er 18 ára í dag. Og ég sá mest eftir því að hafa ekki komið með hann, nemandan. En þetta hefur bara gefist ótrúlega vel og er auðvitað alltaf í þróun, mikilli þróun. Ég er búin að vera í þessum bransa í frekar mörg ár og gaman að fýta skildi minnast á hana Imbu Hafstað sem er auðvitað algjör frumkvöðull í þessum málum. Og þessir nemendur sem að við erum í miklu vandræðum að losna við nemendur í raun. Það er nánast ekkert brottfall hjá okkur. Og við erum í þeim skilningi líka í vandræðum að losna við þau vil ekki fara heim. Þau eignast vini í skólanum, þau verður fallegt vinasamband og skólinn er nánast svona eins og félagsmiðstöð. Og það þarf svona aðeins að tjekka þegar verið er að loka skólanum bara hvort það sé ekki einhverju útlendingar sem eru bara að spila tölvuleiki eða eitthvað. Sem er bara algjörlega frábært. Og kennararnir mínir eru í raun að leggja og gera ótrúlegustu hluti og ég sjálf líka sem að almennt kennarar eru ekki að gera. Við erum að fara með þeim út allan bæ, við erum oft eini tengiliðurinn, sérstaklega ef þau eru ein, sem að þau þá treysta, við erum að fara í útvega allavega vottor og gummi góður, maður er alveg fullt í fangi með að skilja þetta þó maður sé Íslendingur, hvað þá útlendingur. Af því að oft á tíðum hafa þessi börn ekkert verið í grunnskóla, þau bara snjóa inn af götunni og bíða fyrir utan skrifstofuna hjá mér og hafa þá frétt af því að það er hægt að læra íslensku þarna og vilja bara komast inn og búa jafnvel upp í Hvalfirði eða guð má vita hvar og koma með strætó og eru til í að leggja ótrúlega mikið á sig. En varðandi það þegar þau klára íslensku brautina, eins og til dæmis í vor, þá við útskrifum bara nemendur á íslensku braut í Hörpu með öllum öðrum nemendum og það mætir alveg stór fjölskyldan ef hún er til staðar. Að við hvetjum þau mjög mikið til þess að fara í annað nám og höfum sérstakann stuðning með þeim, hvort sem þau eru að fara þá í einhverja iðn. Þau eru í forgangi í raun, nemendur á íslensku brautinni eru komin inn í skólan og þá fara þau ekki, ég meina, við tókum inn núna einhverja 700 nemendur og höfnuðum örugglega mörg, ég veit ekki hversu mörgum, 1000, 2000. En þessi nemendur eru bara að ganga fyrir eins og aðrir nemendur og fá sérstakann stuðning, sérstaklega eru að fara í iðnnám, það er bara auðvitað verulega töff. Og við metum þá þessar einingar sem þau eru búin með á íslensku brautinni, sem eru 115, upp í annað nám. Þau þurfa ekki að fara í íslensku með Íslendingum. En dönsku. Þau þurfa ekki að fara í dönsku. Þau þurfa ekki að taka þriðja mál spænsku af því að við metum þeirra móðurmál. Þannig að þau eru búin með mjög margt og í vor þá var stofnuð svona nokkurs konar opin braut þar sem að þessi nemendur geta farið inn og ég mun útskrifa þau eftir svona 1,5 ár með stúdent ef þau vilja. Og hef verið að gera það af náttúrufræðibraut en við erum með þetta svona meira iðnskóli en þessar brautir eru í boði fyrir þessar nemendur og það er fátt skemmtilegra en þegar þau útskrifast í Hörpunni svo með einhverja iðn. Þannig að þetta er hægt með stuðningi, það er, og eins og Fíta kom inn á, að þau hafa svo ótrúlegar væntingar. Bara hvað get ég orðið? Þú getur bara orðið allt sem þú vilt. Þú ert komin til Íslands, eftir allt sem þú ert búin að ganga í gegnum, þá getur þú gert allt.
Og þó þú fallir í einum áfanga, þá er það nú ekki það versta sem hefur komið fyrir þig. Er það? Nei. Það er nú bara málið. Frábært, takk Jóna Dís. Ég ætla að opna fyrir spurningar. Það eru vafalítið einhverjir hérna í salnum. Hún Sóley er hérna með hljóðnemann. Er einhver sem vill ríða á aðeins? Já, gjör svo vel. Góðan daginn, Fríða Bjarni heiti ég og er starfsmaður mennta- og barnamálaráðuneytisins og er hérna í nýju starfi sem samhæfingarstjóri vegna þróunarverkefnis til 2 ára, MEM, Menntun Móttaka Menning, sem er í samstarfi við Reykjavíkurborg, Miðstöð menntunar. Allt þetta fólk sem situr hér er í rauninni á einhvern hátt aðilar að þessu samstarfi, þar sem við erum að reyna að byggja á og nýta þá þekkingu sem hefur orðið til í sveitarfélögum í kringum landið og víðsvegar. Og takk fyrir frábæra fyrirlestra og erindi og Fíta, takk fyrir þín orð og mig langar að beina spurningu til þín af því að þar sem að þú talar þetta með að tilheyra og það sem skiptir svo rosalega miklu máli og Jóna Dís kemur inn á líka og Alda kemur inn á þetta með að við getum þetta, við kunnum þetta og við erum að gera þetta á sumum stöðum en við erum ekki að gera þetta alls staðar. Og þegar ég hlusta á Fítu þá heyri ég ennþá raddir sem segja, já nei, þetta er bara nýtt viðfangsefni, við kunnum þetta ekki, við eigum ekkert til, á meðan ég veit að það er alls ekki þannig alls staðar og þess vegna erum við að reyna að samhæfa og samræma og gera þetta betur. Og þá langar maður að spyrja Fítu, þú talar þetta að það er mikilvægast fyrir þig að tengjast og tilheyra. Og hvað þurfum við að gera, hvað þarf að gerast þá í hverjum einasta skóla eða hverjum einasta frístundaheimili, hverjum einasta stað þar sem kemur inn nýtt barn og hvað er svo hægt að gera í ytri umgerðinni að menntayfirvöldum eða samfélaginu öllu eða okkur öllum til að styðja við að það verði. Þannig að það er svona spurningin, hvað væri þín ráð til okkar? Þannig að hver og einn taki ábyrgð á þessu en líka að við getum stutt við að það verði til og bara takk aftur. Ótrúlega flott fyrirmynd líka. Takk. Einföld spurning. Já, þetta er annar lokaritgerð. En ég bara, já, það er að tilheyra, mér leiða að ég tilheyra Ísland, ég tilheyri samfélaginu, ég klæði mig alveg eins, ég tala alveg eins, ég hugsa alveg eins, þá leið mér vel. Þannig að þetta er svona mikilvægast og eins og þú varst að benda á að þegar ég fann einhver til staðar að fara með mér að sækja eitthvað, framhaldsnám eða skrifa þetta bréf og þá fannst mér ég ekki vera ein og mér finnst mikilvægt að tengja námi við ekki íslensku kennsla í kjallaranum eða upp í 3. hæð og svo samfélagsfræði og svo stærðfræði. Bara að læra íslensku gegnum leik, að læra íslensku gegnum tónlist, frístund, í gegnum annað áfanga. Það hjálpar mjög mikið að læra íslensku bara frá vínum, frá samfélagi í kring. Ég, eins og því voru að nefna að áfallin koma kannski seinna eða koma aldrei eða ég held með því að ekki taka börn inn svona, þá erum við bara að búa til ný áföll, Mér fannst að upplifa stríðið að vera komin frá Palestínu, það er eitt, að upplifa íslenska menntakerfið, það er svipa áfall fyrir mig. Þetta er ekki að reyna að eiga mér draum að klára menntina mína, að vera eitthvað, að sjá framtíðina fyrir mig, að ég gat ekki tjá mig, ég gat ekki séð framtíðin, ég átti enganlega að segja frá því og var að reyna að mæta, ekki skilja neitt og fara heim og reyna aftur daginn eftir í 7 ár. Þannig, já. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Já, gjör svo vel, hérna beint fyrir aftan Sóleyju. Góðan daginn, Kristján heiti og er kennslufulltrúi fjölmenningar hjá Hafnarfjarðarbæ. Og mér langaði þess að spyrja, ég þekki hérna málaflokk alveg þokkalega vel og ykkur öllum sem hérna sitið og hef sjálf unnið lengi í honum. Það sem að brennur svolítið á núna, það er þessi aðstöðumunur og í raun og veru munur á börnum sem er í umsóknarferli að sækja vernd og hinum sem eru komin í samræmda móttöku eða komin með stöðu. Og þetta er það sem að allir kennarar tala fólk á velferðarsviðum og í farsældinni,
að við erum annað með hóp barna sem í þjónustu Vinnumálastofnunar til dæmis í mörgum tilfellum og hafa bara einfaldlega ekki sama rétti menntunar og gæðamenntunar eins og önnur börn. Og af því að þau eru ekki með kennitölu þá eru þau mjög sjaldan tekin inn í farsældina. Og þegar við erum að tala börn sem eru með þennan bakgrunn þá erum við ofta að tala börn sem að fara á annað stig, jafnvel strax. Og mér langar bara að spyrja Pál hvort að Bofs eitthvað sérstaklega að skoða þetta eða hvaða skref þarf að taka til þess í raun og veru öll börn eigi sama rétti menntunar, ekki bara orði, heldur líka á borði. Já. Þetta eru alvöru spurningar sem við fáum hérna í pallborðinu. Og ég meina fyrir okkur þá leggjum við áherslu á það að farsæld barna, samþætting þjónustu, gildir fyrir öll börn á Íslandi. Það á að vera sama hvort sem að þau eru með kennitölu eða ekki með kennitölu. En við vitum af þessu mun og þetta er ekki eins og við viljum hafa það. Þannig að einfalda svarið að þetta á að gilda fyrir öll börn. Það á að vera sama þjónusta. Þau eiga sömu réttindi en síðan er raunveruleikinn annar og við verðum að skoða þetta og við verðum að laga þetta. Það er ekki að... Ertu búinn fyrir ekki að truflast bara svona... Já. Ég meina, í kerfinu er verið að búa til tengiliði farsældar í grunnskólum, leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum og heilsugæslum og málstjóra farsældar í félagsþjónustum og þessi börn eins og önnur börn og þessir foreldrar þessara barna eins og aðrir foreldrar eiga að geta leitað og eiga að geta fengið þjónustu hjá þessum aðilum. Og ég hugsa bara ef að Fíta kæmi núna inn í einhvern skóla, þá ætti hún að geta fengið aðstoð frá þessum aðilum, einmitt að rata í kerfinu, vita hvert hún á að fara, hvaða réttindi hún hefur, ásamt öllum öðru sem hafa verið að hjálpa börnum og fjölskyldum í gegnum tíðina. Þetta er bara viðbótin, við erum að bæta í þetta og þá verður það að vera viðbót við öll börn. Jónadís. Og ég vissi að ekki sætta fyrir þetta. Það er ekki taka þenn allar þeim. Halló? Já, sko málið er bara að þó að hlutirnir eigi að vera einhvern veginn, þá verðum við alltaf í raun og veru að leita svara við því, þú veist, hver tekur ákvörðun og hvernig getum við unnið saman. Vegna þess að staðreyndin er bara svo sem allir sem að vinna í málflokknum og foreldrar og allir vita er að þetta er ekki máli. Og við erum með börn í sama skóla sem að búa ekki við sömu réttindi. Ef þau eru þjónustu sveitafélags, þá geta þau stunda frístundir, þau komast inn í farsældina, þau geta farið á skólaböll, þau geta tekið þátt í ferðalögum. Ef þau eru í þjónustu Vinnumálastofnunar, þá er þetta ekki staðan og þetta eru jafnvel börn sem eru í sama bekk. Og þetta er svona það sem að brennur mjög mikið á öllum aðilum og ég er ekkert að ásaka nefnir eitthvað, maður bara er að leita svara í raun og veru og minna á það að þetta er eitthvað sem er bara, þegar við erum að tala um börnaflótta, komum bara fram við fólk eins sem að, er í þjónustu. Takk fyrir. Bara góð áminning. Ég veit að Jónadís vil líka... Já, ég ætla aðeins að fá að bæta við þetta vegna þess að á minni íslensku braut, þar sem eru 110-15 nemendur, ég tók inn 37 núna í vor sem byrjuðu núna í ágúst, af þeim eru 15 kennitölulaus. Þau hafa algjörlega sama rétt og aðrir nemendur. Og það er til dæmis nýnemaferð á mánudaginn og ef við vitum af því að það viðkomandi hafi ekki, hann getur auðvitað ekki skráð sig af því hann er ekki með kennitölu, ef við bara skráum hann, sérstaklega, að þá greiðum við fyrir hann. Ef viðkomandi vill veri, auðvitað þurfa allir líka að borga skólagjöld, ef það er vandamál þá greiðum við þau. Og ég var nú bara síðast áður en að við byrjuðum að senda á 2 vini mína sem eru búin að vera kennitölulausir, þeir voru börn þegar þau komu, þeir eru orðnir fullorðnir, að bækurnar þeirra væri tilbúinir upp í Iðnó, skiljiði. Þannig að auðvitað, ég veit ekki hvernig þetta er í öðrum skólum, en svona er þetta hjá mér.
fyrirmyndar. Þannig að það gengur það sama yfir alla. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Ég ætla bara kannski í kjölfar þess og það sem þið voru að tala eins og það var búið eins og það átti að vera 10. bekk ferð þegar ég var í skóla. Það var skólinn tilbúin að greiða fyrir okkur systurnar en mamma okkur bannaði að fara út af menningin. Við mættum ekki gista svo með strákan eða eitthvað staðar. Það líka alveg. Já. Ég er stundum búin að borga fyrir einhverja stúlku sem að það stóð aldrei til að hún væri neitt að fara. Já, þannig er mikilvægt bara má ég koma í skólan og búið, sko. Já. En maður skrifa að því að þar skiptir svo miklu máli eins og við vorum með í Bjarki þegar nemendur koma þangað og þá er þetta svona dálítið, þú veist við umvefjum eða tökum hlýlega á móti þeim og það skapast þetta traust sem sagt bæði milli nemenda og kennara og foreldra og kennara. Þannig að það var eiginlega aldrei, sko, þó að væri stelpur, þeim var aldrei bannað að fara. Þú veist, þarna er bara kerfið, þú veist, að virka ekki bara fyrir börnin, heldur líka fyrir foreldrana og það er verið að byggja þetta traust á milli allra. Það skiptir líka máli. Og stundum þurfum við kannski bara að hugsa að það þarf að taka á móti börnum sem eru að koma úr svona aðstæðum á annan hátt heldur en kannski börn sem hafa ekki upplifa áföll eða bara virkilega þurft að flýja heimili sitt af neyð. Fólk tekur þessa ákvörðun ekki af sjálfsdáðum, skiljið. Þetta ferða af sjálfsdáðum en það er neytt til þess að fara. Má ég spyrja henni? Mér er svo áhugavert hjá ykkur erindi ykkar og hefur þetta, hafið þið verið í einhverju svona, verið að þróa þetta í öðrum sveitarfélögum eða verið að skoða þetta í öðrum sveitarfélögum? Hefur þetta smitað yfir í önnur sveitarfélögum? Barnið er það svo ungt, þannig það er ekki alveg fyrir að smita. En er einhver svona umræðum það? Eða? Já, við höfum ekkert verið með formulega kynningu. Við höfum kynnt þetta skólafjölskyldumistuna þegar við vorum með frá Úkraínu. Það var svona stutt kynning á því og ráðuneytið hefur komið heimsókn. Við erum núna að undirbúa kynningu, við viljum fylgjast eftir með þetta og ég var bara að funda í gær að kynna þetta fyrir Garðabæ, þau voru að spyrja út í hvað við vorum að gera. Þannig ég veit alveg að það er, held ég, áhuga fyrir að kynna þetta fyrir stöðum, sko. En við erum svona formgerða því við ætlum ekki að hætta, við ætlum að halda áfram að ýta á yfirvöld að hugsa þetta, kosti þess að vera með svona móttöku. Það hljómar svo mikið svona mennska í þessu, þetta er svona... Já, þetta er það. Talandi sund, sko, við fórum alla í sund, það var alveg frábær upplifun. Við fengum sitt sundlaug lánað í Ölduselslaug og þetta var það kynskipt. Við hlæjum oft að því, ég held að það var mest gaman fyrir mömmurnar. Við komum öll börnin í fangi hérna í sundlaugin og mömmurnar. Við komum ekki að synda, takkið börnin og allir að synda, allir í blæju og öllum fötunum og þetta var æði. Það stóð svo upp úr. Það var þetta skemmtilegast og strákarnir fóru sér. Og báðum að fara aftur. Já, við fara einu sinni en tvisvar, það var svo gaman. Þannig að við þurfum líka að mæta fólki út frá þeirra forsendum og það er það sem við þurfum að fara aðeins hugsa varðandi þetta belonging eða tilheyra. Að tilheyra er ekki aðlögun. Tilheyra er það að þú getur fengið að hafa allt það sem kemur með og það er búið virðingu fyrir því og við reynum að allir finni sig eiga heima í samfélaginu og þar kemur sund til þeim stíkan á. Það er líka eins og með elsta dóttir mín, ég bannaði henni að gista. Svo með miðjan allt er lægi, svo við erum alveg saman núna. Þetta færist svona, ég var ekki örugg í samfélaginu með fyrsta barni og svo, þannig að þetta er svona stoppað. Ertu farin að hugsa að þetta reddast? Já, þetta reddast, þetta með iPad og eitthvað. Kemur aftur heim. Við vorum með spurningu hérna í salnum sem ætla að grípa Nína, gjörðu svo vel. Já, ég heiti Nína og vinn hjá Rauða krossinum við að styðja flóttafólk. Kæra þakki fyrir frábæri erindi og framsögur og Fítar sérstaklega fyrir að deila þinni sögu. Ég held, sko, það er svo margt í þessu sem er áhugavert og svo margt sem er að gerast eins og Fríða Bjarney kom inn á og þið, Dagbjört og Saga, voruð að segja frá. En ég velti líka fyrir mér, sko, hvort að við þurfum ekki að viðhafa þetta eða svona eitthvað álíka system alltaf, ekki bara þegar stórir hópar koma, af því að einstaklingarnir í hvort sem þeir komi í hóp eða á einn vegum og eru að tínast til landsins hægt og rólega, held ég að séu jafn lost í þessu nýja kerfi sem þau eru að mæta í hérna á Íslandi. Þannig að ég held að það sé áhugavert einhvern veginn að skoða hvernig er hægt að viðhafa þetta sem bara svona standard móttökusystem. En mér langaði líka að
svona bara varpa því fram. Þetta er kannski svona á mörkunum að eiga erindin á þetta því þetta eru krakkar sem eru orðin 18 ára en eru þetta samkvæmt skilgreiningunni í rauninni ennþá börn og nýbúin að vera formlega börn og með opna skólagöngu svo komið hingað og fræðsluskylda nær bara til 18 ára aldurs. Hvað býður þeirra? Hvað höfum við að bjóða þessum krökkum sem að hafa mörg alveg gríðarlegan mikinn áhuga að mennta sig og hafa sett sitt líf á hold í mörg ár og eru komin hingað og halda að hér býði þeirra tækifærin til þess og svo eru svo margir veggir og hindranir og margar lokaðar dyr eða bara ekkert system sem að býður þeirra. Hvað svona sjáu þið ef einhver vill fyrir þennan hóp möguleika og hvað þurfum við að gera? Við höfum þetta verið að ræða þetta hér lengi varðandi þennan hóp og sérstaklega börn sem með opna skólagöngu og hvernig skólakerfið okkar er ábúðslega bóklega miðað. Það hafi verið hugmyndir svona meiri atvinnutengt nám, byggja meira á styrkleikum sem fólk kemur með og við höfum sérstaklega ágjörð af 16+ hópnum vegna þess að hvað gerist þá og hvað það verður 18 ára. Því að við sjáum það bara á Norðurlöndum og sjáum það bara í Evrópu að þetta er sá sem hópur sem verður mest jaðarsettur og við erum ég ætla að vera bara mjög dramatískt, við erum bara á hraðleið með þeim í nákvæmlega sömu hjólspor og er að gerast þar. Þannig að enn og aftur þá segi ég að þetta þarf líka að vera ákvörðun ríkisins, þetta þarf líka að vera ákvörðun sem Barna- og menntamálaráðuneytið og bara samfélagið í heild sinni tekur ákvörðun talandi að koma á kopp svona verkefnum sem eins og þetta sem við erum að gera með skóla- og fjölskyldumiðstöðina. Veruleikinn sem þetta kostar peninga og við höfum bara þurft að berjast með kjaft og klóm til þess að fá eitt lítið verkefni á stað. Við komum við á stað vegna þess að við vorum bara heppin að fá styrki og velvild en þetta er ekkert sem við göngum að þannig að við þurfum líka að hafa bara mjög skýra stefnumótun og það þýðir það, eins og ég var að segja áðan, að samfélag okkar er að breytast. Við getum ekki hangið sömu hjólförum og 95 hvernig skólakerfið var og það er líka afskaplega leiðilegt að hlusta á það. Þetta er svo nýtt fyrir okkur. Þetta er ekkert nýtt fyrir okkur. Við erum búin að vera að gera þetta í 10 ára. Við þurfum bara öll að fara að taka smá ábyrgð á því að samfélagið breytast. Við þurfum að fara að hugsa kassan aðeins hringlega og aðeins að hugsa nýtt. Það er mín skoðun. Ég veit að Jóna vildi líka koma inn. Já, takk fyrir þessa spurningu vegna þess að staðan er bara svo að þessi nemendur komast ekkert inn í framhaldsskóla. Ef þau vilja fara í framhaldsskóla, ekkert frekar en íslenski nemendur sem eru bara orðnir 18 ára og eldri. Þannig það er bara allt yfir fullt. Það er bara staðan. Þannig að eins og ég sagði áðan að ég er með langa röð. Ég ákvað það að vinna heima í gær til dæmis bara til þess að komast svona yfir ákveðin verkefni og mér skildist að röðin hjá mér hefði verið bara niður í kjallara og út allan skóla þar sem eru nemendur sem eru eldri en 18 ára og eru að reyna að komast að í skólanum, hafa heyrt af því að það kannski losni pláss af því einhver hafi ekki borgað skólagjöld eða hafi ekki skilað sér. Þannig að þá bíða þau bara á kantinum. Það er bara ekkert úrræði, því miður. Nema ef til vill Fjölsmiðjan sem er frábært úrræði en þarf bara að vera víða og víðar og já, þeir hafa verið að taka við sumum en það er bara brot Þannig að þetta er bara hræðilegt ástand. Bara hræðilegt. Já, eru fleiri sem vilja bregðast við þessu? Hvað hægt að gera fyrir þennan hóp eða? Allavega allir sammála að þetta sé risamál. Eru fleiri spurningar úr sal? Já, Fríða? Ég langaði bara að bæta við þetta af því að það er mjög margt sem þarf að gera og við vitum það sem eru búin að vera í þessum málaflokki mjög lengi og þess vegna er þetta svo spennandi að við séum að reyna að byggja á því sem verið er að gera, gott víða. Og ég veit að í framhaldsskólanum vantar mjög margt. Þar eru hins vegar að farast að 3 íslensku brautir núna í haust í fjölbraut í Mosfellsbæ, á Menntaskólanum í Ísafirði og í Kvennó sem er algjörlega nýtt. Þannig að það er svona byrjað að stíga inn í þetta og við erum að bíða auðvitað eftir nýrri löggjöf um skólaþjónustu þannig að það er líka þetta stoðkerfi fyrir framhaldsskólastigi sem ekki hefur verið til staðar. Þannig að bara eins og með fjölskyldu- og skólamiðstöðvarnar og Reykjavík, önnur verkefni sem verið er að gera góð, það er verið að horfa til þessara verkefna og vonast til þess að á næstu 2 til 3 árum sé hægt að dreifa þeim víðar
og verið að leggja í það ákveðið fjármagn, en þetta er bæði fjármagn, þekking, hæfni og viðhorf sem þarf að vera til staðar. Þetta er verkefni okkar allra. Akkurat. Já, Páll, gjörðu svo vel. Ég langar bara að segja eitt sem er ekki kannski tengt þessu, en bara því aðeins aftur af þessu sem við vorum að kynna hérna, sem er ástæðan fyrir að við erum að hittast hérna. Að ég bara skora á alla sem að vinna með börn, sem að hafa upplifað það sem við erum að fjalla um hér, að fara inn á farsaldar fræðslutorgið okkar á bofs.is og fara í gegnum þessa fræðslu, nýta sér þetta. Því að það er líka, því við erum að tala um að þetta sé hlutverk okkar allra, að þá verðum við öll að vera meðvituð um það hvað við getum gert. Hvernig mætum við svona barni sem hefur gengið í gegnum þetta. Og þarna er bara ótrúlega skýr og flott vídeó sem segja frá í stuttumáli en skýrumáli hvað þetta er, hvernig eigum við að bregðast við og hverju farsaldin getur bætt við. Og bara nýtið ykkur þetta. Þetta er bara rosa flott efni og mjög aðgengilegt. Og alls ekki flókið að komast inn á það. Það er bara nokkra smelli, þá er maður komin inn. Einmitt. Ef það er ekki fleiri spurningar á salnum, þá ætlum ég að bjóða panelum eða eitthvað sem þið viljið koma með að lokum áður en við ljúkum fundinum, eitthvað sem þið hafið ósagt eða viljið deila með herberginu. Já, ég væri til í að segja einu sögu. Já, gjörðu svo. Úr starfinu. Bara til þess að svona varpa opna augum fólks fyrir því, hvað skiptir miklu máli, hvernig við horfum á nemendunar okkar. Þegar við erum að fá nemendur sem eru að koma úr svona ólíku umhverfi og með ólíka eða bara reynslu. Bara það var nemandi hjá okkur sem var til dæmis nýkominn í skólan og hann hvarf alltaf, sem sagt í frímínútum. Og hann já, og við vorum bara svona, hvert fer hann eiginlega? Af hverju hverfur hann alltaf? Við héldum hugsanlega að hann væri út af því að hann ætti enga vini og hann væri bara eitthvað svona göngutúr eitthvað staðar. En við fórum að fylgjast með honum og þá komumst við að því að hann fór alltaf í undirgöng sem voru nálægt skólanum. Og þarna hefðum við getað sagt, heyrðu, veist þú ekki að reglan hér í skólanum er svo að það er bannað að fara út á skólalóðinni. Við hefðum getað brugðist hann við. En það er svo mikilvægt að hugsa, frekar, hvað kom fyrir hann, ekki horfa á hann hvað er að honum, því að ef maður hugsa hvað kom fyrir hann, þá svona, vaknar í brjóstum hans hugsalega svona, ok, ef eitthvað kom fyrir eitthvað, þá vill maður kannski hjálpa. Og maður horfir á nemendan með öðrum augum og við fórum að hugsa, ok, hvað kom fyrir þig? Og þá komumst við bara að því að drengurinn hélt virkilega að hann átti bara vona á að það væri verið að fara að varpa sprengjum á skólalóðina. Þannig að við þurftum þá að bara ganga með honum í gegnum þetta og skapa honum það öryggi að hann þyrði að vera undir beru lofti í frímínútum. Þannig að þetta er svo ótrúlega ólíkur reynsluheimur sem þessi börn er að koma úr að við verðum einhvern veginn að horfa á þau með svo mikið opin augun og hugsa bara líka að barn sem hefur verið lent í áfalli, það bregst oft svo órökrétt við aðstæðum sem að okkur finnst að hann eigi að bregðast við öðruvísi. Bara heilinn, hann getur ekki brugðist við á rökrænan hátt. Þannig að þetta er bara svona ein lítil saga. Þetta er raunveruleg saga sem ég persónulega lenti sjálf í. Þannig að bara þetta skiptir svo miklu máli. Takk fyrir þetta, Alda. Þú kjarnaðir held ég ofsalega vel með þessari stuttu sögu verkefnið og áskoranirnar og þessar einstæðu aðstæður sem börnin eru í og finna sig í þegar þau eru komin hingað og átta sig kannski einmitt ekki á örygginu sem þau eru komin í. Þannig að verkefnið er ærið. Ef það er ekki fleiri orð frá panelnum þá ætla ég að fara að draga þennan fund saman inni allavega og vil bara fá að þakka fyrir hönd okkar sem að stóðum að þessu bæði við sem að gerðum þetta fræðslunámskeið sem að eins og Páll segir, þetta er einstaklega aðgengilegt og virkilega gagnlegt. Þetta leysir ekki öll þau vandamál sem við rætt hér en þau koma til móts við allavega þau ykkar sem að eru í þeirra aðstöðu, hvað finnst ykkur vanta meiri upplýsingar hvernig vinnum við með börnum í þessari stöðu, hvernig getum við betur sett okkur í þeirra hugarheim og komið til móts við þau þar sem þau eru akkurat núna. Það var alveg ótrúlega gaman
Og takk aftur Fíta, ég veit að þú kannski hugsaðir ekki gaman þegar þú varst að segja þessa sögu, en ég ætla frekar að segja að það var ótrúlega sterkt fyrir okkur að fá þennan samanburð á þinni reynslu fyrir núna, þú veist, frá því að þú komst og að geta speglað hvað hefur okkur áunnist á þessum tíma. Það er heilmargt eins og við höfum heyrt. Það er svo margt sem betur fer, við erum á betri stað heldur en þá. En sagan þín kristallaði líka hversu margt við eigum ennþá óunnið. Og líka erfitt að heyra þig lýsa atriðum sem að ég vissum að mörg hérna inni við hugsaum í átinu samt ennþá svolítið svona í dag. Og kannski bara til þess að nefna nokkra punkta sem ég held að hérna, og ég svona sá í salnum líka að fólk tók undir svona ef við erum aðeins að hugsa bara stóru verkefni núna óleyst aðstöðumunur barna, hvort þau eru komin með vernd eða ekki, að við séum ekki með mismun milli barna hvað varðar réttindi þeirra vegna þess að hann er ekki til. Öll börn hafa sama rétt og við getum ekki verið að láta kerfið okkar og kennitölumenninguna koma í veg fyrir að börn njóti réttindi sína. Þetta kerfi eru mannanna verk og við þurfum bara að leysa þetta. Og svo sömuleiðis þessi 18 ára plúshópur sem var komið inn á áðan, sem tæknilega séð ekki lengur börn, en þetta eru börn sem þurfa virkilegan stuðning. Þannig að þarna sjáum við að það er heilmikið verk eftir óunnið. Og svo langar mig að koma líka inn á eitt sem við höfum ekki rætt, en ég held að við þekkjum öll, að risastór þröskuldur hjá okkur er einfaldlega viðhorf. Við verðum að vinna í viðhorfum. Reynslan er til staðar, þekkingin er til staðar, hvernig getur að vera að við sem enda með viðhorf sem að segja að þetta er svo nýtt, við kunnum þetta ekki, við þekkjum þetta ekki, og hvað þá önnur viðhorf sem kannski loka samfélaginu fyrir hópum fólk sem hingað kemur til þess að byggja sér nýtt líf. Þannig að verkefnin eru ærin, en ég vona samt að fyrst og fremst það sem við tökum út úr þessum fundi við erum á réttri leið. Það er ótrúlega mikið af frábæru fólki sem er að gera frábæra hluti. Við þekkjum mörg af vandamálunum leið og við getum sagt hver þau eru, þá er auðveldara að leysa þau. Peningar er alltaf verkefni. Þannig að það þarf að hamast í þeim sem að ráða hvert þeir fara til þess að við fáum fjármagn sem við þurfum í þessi verkefni. En ég held að við séum með miklu skýrari og betri mynd eftir þennan fund í dag, og ég vil þakka ykkur fyrir öll ykkar framlög og fyrir ykkur sem eru hér og eru að hlusta, og bara þakka fyrir óska ykkur góð síðdegis og vonandi verðum við komin langt áfram næstu við komum saman til þess að ræða þessi mál hérna. En takk fyrir fundinn og endilega fá okkur kaffi og haldið samtalinu áfram frammi. Takk fyrir.